Skál, olíuvinir, hæ, Lilja hérna. Ég ætla að tala um prómóolíurnar í júní, sem sagt frí-olíurnar sem koma með pöntunum í júní. Og ég ætla að vera hérna inn á Kjarnolíu fyrir besta lífi þannig að þið olíukennarar getið deilt þessu í hópan ykkar með auðveldum hætti. Svo þetta er bara piparmyntulauf og lavender, pínulítið lavenderhunang. Það er ógeðslega gott. Hæ, gaman að sjá okkur Sigrún, Ingibjörg og Ardís. Ef þið eru að hlusta, en sem sagt piparmyntu, þetta er bara heitt vatn út á piparmyntulauf og það þarf ekki svo mikið af piparmyntu til að gefa pínlítið bragð. Þið vita að 1 dropa piparmyntu er eins og 28 bollar af piparmyntu te. Þannig að þetta er bara æðisleg piparmyntu blanda. Ok, ég ætla að tala um prómóolíurnar, sem sagt gjafaolíurnar í júní, en ég ætla líka að tala þess bókina. Því nú er bókin komin aftur, Essential Oils Pocket Reference. Þessi bók kostar 3.500 krónur, bara eiginlega svona heildsölu verð á henni. Það komi ný útgáfa og nú er hún í lit. Þannig að jurtirnar, hérna allar upplýsingarnar um allar olíurnar og jurtirnar, fremst í bókinni, þetta er allt komið í lit, ótrúlega falleg bók. Og svo er hérna reyndroppið og hérna aftast er svo bara listi yfir alls konar heilsukvilla sem þið getið þá hérna leitað í sjálf og tekið svolítið ábyrgð á ykkar eigin heilsu. Það er auðvitað það sem við viljum kenna ykkur, að nota bara heilsusamleg hjálparefni, hreinan mat, lífstíl til að hjálpa ykkur með heilsuna og bara fyrir heilsuna, heimilið og heiminn eins og þið hafið heyrt mig segja áður. En sem sagt, þeir sem eru nýir og hafa kannski ekki kynnst þessu og veit ekki um þessa bók, olíukennari, ef olíukennariðinn hefur ekki sagt þér þá hérna geta þeir sem eru nýir byrjað í Essential Rewards og fengið þessa bók að gjöf ef þið vilja prófa að fara í 3 mánuði í tryggðaviðskipti í áskrift. Og þetta er svona spurning svolítið um að skoða hvað maður er að kaupa nú þegar. Og maður getur til dæmis nota þetta blað hérna, vistvænn viðsnúningur, sem er, hérna aftan á blaðinu er bara svona staðgenglar, það sem maður er að kaupa nú þegar og svo hvað getur maður mögulega keypt í Young Living búðinni sem maður er að kaupa nú þegar. Þannig að það þarf ekki að vera einhver ekstra útgjöld fyrir heimilið. Ég er með þessi blöð hérna og líka þetta hérna blað sem er svona bara óbúslega simpul blað hugmyndir sem að hérna sýnir manni svolítið hvað getur maður keypt í Young Living búðinni. Það er það sem við viljum kannski svona bara benda ykkur á, að það er ekki bara kjarnaolíur, það er alls konar heilsustyðjandi efni, næring, matur, te, gojiber, úlfaber og náttúrulega úlfaberasafinn og þeir sem hafa ekki prófað safan, þeir vita bara ekki hvað hann gerir og þeir sem hafa prófað hann, þeir hætti ekki að nota hann. Þannig Essential Rewards og hérna 3 mánuði, 100 PV lágmark og við gefum ykkur þessa bók hérna og fá hana bara gjöf. Alright, þá er það hérna olíurnar og í 120 PV, fyrir þá sem versla fyrir 120 PV, ef þetta er ykkur ruglingu með þessa gjafir, þá er það sem sagt að olíurnar alla PV merktar, þetta er eiginlega bara svona gildi, bara hérna product volume eða value sem er á vörunum. Það er bara eitthvað gildi á vörunum og þessi hérna, þetta PV hefur í sjálfsagt ekki neitt gildi nema maður sér bara hvað pöntunin er orðin stór og það fylgja með gjafir með 120, 190, 250, 350 og núna líka 450 PV. Og svo reiknast prósenturnar af þessu. En ef þú ert að panta 250 PV pöntun og ert að byrja í þá færðu 10%, þú fær 10 punkta. Nei, þú fær 10%, þú fær 25 punkta. Þú fær 25 PV sem er bara svona inneign eða vöru inneign. Veit, þetta getur verið svolítið ruglandi og hérna, maður skilur þetta ekki alveg strax, en mér finnst þetta náttúrulega bara svo óbúslega hérna, eðlilegt að ég er búin að vera svo lengi að nota þetta og hérna, verið bara duglega að spurja ef þið skiljið þetta ekki. En svo er það lavender sem er fyrst með 120 PV og það er svona 5 millilítra lavender plus olía.
Ég er hérna líka með 15 millilítra bara venjulega lavenderolíu af því núna, alltaf á vorin, þá geng ég bara svolítið fyrir lavender. Af því lavender er svona, hún róar kerfið, hún róar kerfið mitt sem bregst svolítið við vorinu. Þannig að gróðurinn er svolítið bara svona að píldi hafa áhrif á mig og ég nota lavender alveg rosalega mikið alltaf á þessum ástíma. En bara eiginlega ekki neitt á öðrum ástíma og ég nota bara fötin mín svona sem úðara. Ég bara set bara lavender á, svona ekkert í neinni spespeysu, þetta er bara svona peysu sem ég er alveg saman með, það gerir svo sem ekki neitt. Það fer bara og ég set oft í lóan minn og nutta og anda að mér. Það bara fer fyrir heldur þetta hér sem er bara í peysunni. Og svo erum við þetta í úðaranum mínu. Það er bara að stoppa þetta. Svo, lavender í svona venjulegu flösku og lavender plus olía eru alveg nákvæmlega eins. Það er alveg sama innihaldið. Þannig að þessi sem maður segir að maður megi taka inn, maður má taka lavender inn og heilandi og græðandi, eru alveg eins og þessi hérna olía. Sama innihaldið, það er bara reglur og merkingar sem segja okkur að við getum ekki haft sömu merkinguna á einni flöskum, bæði með að taka það inn og setja útvortis og í undan. Þannig að þess vegna er ekki sömu merkingarnar og lavender er náttúrulega bara svona alhliða heilunar olía fyrir alla, hún er mild olía, mild og já, græðandi, góð fyrir börn, góð fyrir eldri, góð fyrir alla. Hringi nú heima síminn, jæja, látum við bara hringja. Sem sagt lavender og svo er það 290 PV í næsta stig. Það er Magnify Your Purpose og Thieves. Og Magnify Your Purpose, þetta er svona svolítið olíur hafa svolítið sögulega tengingu sem hafa verið vinsælar olíur hjá Young Living gegnum tíðina og þetta er lavender bara svolítið tengd kjarnanum og hvernig Gary Young byrjaði með sína framleiðslu á kjarnálím og það var náttúrulega lavender sem hann eimaði bara í potti heima sem var búinn að rækta í Idaho og svo var hann líka að læra hjá þessum frönsku meisturum í Frakklandi að eima lavender og ýmislegt fleira. En Magnify Your Purpose, þetta er svona olía sem að já, hún er svona, ég hef ekki notað hana í mörg ár, ég nota hana rosa mikið fyrir nokkrum árum. En núna er ég búin að taka hana svolítið upp aftur. Og hún bara að því maður gengur alltaf í gegnum ákveðin tímabil, þannig að það er kannski eitthvað sem einhver svona ný hugmynd sem maður er að vinna að, nýtt skref, maður er að gera eitthvað svona nýtt, slaka á þessum síma, getur við mig. Og þá er gott að grípa í hana til að bara efla svona þessa nýju vegferð sem maður er á. Hún er svolítið svona spicy. Hún er ótrúlega skemmtileg. Ég hef stundum notað Magnify Your Purpose, Highest Potential og Gratitude. Alla saman hver eftir annari. Og núna getið þið líka notað Magnify Your Purpose, Harmony og Abundance. Abundance er líka svolítið spicy. Magnify Your Purpose, þannig að maður er búinn að finna tilgang sinn og vill efla hann og styrkja, geta nota bara abundance og svona fókusera á það. Eða spurt alheiminn hvert er næsta skref og hann hjálpar okkur að finna það. Svo er það auðvitað Thieves og Thieves er náttúrulega bara eina fyrstu olíunum sem að Gary svona rannsakað, voru að gera rannsóknir, vísindalega rannsóknir á Thieves og Gary Young fór í mikla rannsóknar leiðangur til Evrópu á mörg bókasöfn í Evrópu, í Englandi, í Frakklandi til að kynna sér sögur Thieves sem voru líkræningjar sem voru að fara bara og rændu lík á tímum svartadauða í Frakklandi þegar plágan geisaði í Frakklandi á 16. öld og þessir líkræningjar, þetta voru margar sögur og margar útgáfur á þessum sögum. Þessir líkræningjar voru meðal annars teknir bara til, kóngurinn lét kalla á til sín til að vita hvaða leyndarmál þeir
hefðu sem að hjálpaði þeim að verja sig fyrir plágunni. Og það kom í ljós í flestum af þessum sögum, eða 20 sögum held ég, man ekki alveg tölurnar, voru 4 jurtir nefndar á nafn sem að þeir voru að nota. Og það var negull, kanill, rósmarí og sítróna. Eða sítróna eða vinegar, sem sagt eplaedik. Og Garján bara ákvaða, finnst að þeir gátu gert þetta með jurtum og kjarnaoljur eru 100 til 10.000 sinnum öflugri heldur en jurtir vegna þess að þær eru svo konsentrerað efni. Þá svona reiknaði hann saman að hann hlyti bara að vera gott að nota þessar jurtir í olíublöndu og hann bjóð til thieves. Og til viðbótar við þessar 4 jurtir sett hann eukalyptus og það eukalyptus var kannski ekki svona þekkt á þessum tíma en hún er góð fyrir lungun. Þannig thieves er bara góð fyrir ónæmiskerfið, fyrir sogakerfið, styrkir ónæmiskerfið okkar, losa slím úr líkamanum, lemon og sítrónolían er náttúrulega bara svona andóksandi og svolítið sýrustillandi og kanill og negull náttúrulega báðar ótrúlega öflugar bara til að verja okkur fyrir hinn ýmsu. Þessa olíu sótti ég inn til mannsins míns, hann notar hana mikið meir en ég, þetta er svona aðeins of sterk olía fyrir mig. Ég nota alltaf Melrose. Melrose er svona konuolían finnst mér, Melrose er tea tree, negull, rósmarí blanda, svolítið skildi sem bara ekki með kanilinum í, sem er svolítið mjög heit olía og ég er með svo viðkvæma húð. En það má alveg setja hana bara til dæmis undir í góminn og bara passa að setja hana ekki á varirnar. Þó hún sé ekki plúsolía þá bara má taka hana inn að þau vitum hún er til sem plúsolía undir fæturnar, blanda hana jafnvel við VAF6 olíu af því hún er sterk. Hún er sterk og heit. Það má blanda hana, það má alltaf blanda hana og bara nuddinni á hrygginn, blanda hana bara við VAF6, búið til te, setja hana í volgt vatn með hunangi, búið til svona chai te sem er bara mjög hressandi, gott ef maður er með eitthvað svona óþægindi í hálsinum, eða vill verja sig þegar fólk í kringum hann er eitthvað með einhvern krampleika og auðvitað setja hann í úðara. Ég man eftir því þegar ég var bara svona með unglinga á heimilinu og einhvern tímann því ég var bara að byrja að nota olíurnar þá kom strákurinn minn heim og lagðist upp í rúm og hann var í herbygginu við hliðina á mínu þannig ég bara hóstandi og ég fór bara hljópan á því úðarann, setti Thieves í úðarann inn í herbyggja honum og hann bara sofnaði og ég heyrði ekki meir. Þannig hún er alltaf öflug og góð. Og svo er það Harmony. Nei, Inner Defense og Thieves eru með 190 og svo er það hitt sem kemur með 250 sem er þá Harmony og Abundance. Og Harmony er líka lítil olía, 5 ml, hún er náttúrulega frekar dýr olía, inniheldur bæði jasmín og rós. Já, inniheldur mjög margar olíur, ég er kannski ekki með lavendel líka. Já, sögu af Harmony sem er skemmtileg. En það var þannig að ég var á við vorum með námskeið í svona vöðvatesti, muscle testing. Og ég hafði verið bara svo slæm í öxlinni, þessi öxlinni hægri. Og þegar og svo ákvað hann bara taka mig í svona test, hvað það væri með öxlinni á mér og hann prófaði allt, sko, fyrst er þetta eitthvað líkamlegt, er þetta líkamlegt eða er þetta struktúral sem sagt eða er þetta efnafræðilegt, vantar mér einhver næringarefni eða er þetta tilfinningarlegt og það kom strax í ljós að þetta var tilfinningarlegt. Og svo fórum við aðeins svona kafa á bak við það, byrju hvað gat þetta verið tilfinningarlega, ok, er þetta eitthvað fjölskyldan mín, er þetta systkini mín, er þetta foreldrar mín, nei, það var ekki það. Það var bara svona meira umhverfi sem ég ólst upp í og sem var með flókin svona samsetning og eitthvað svona gömul áfall sem sátu í mér og þetta bara var í öxlinni og svo var það að finna olíu sem myndi henta fyrir þetta vesen í öxlinni
Og það var ekki, ég tók náttúrulega bara allar olíur sem mér datt í hug sem getur losað þetta Release og Traumalife og bara, já, man ekki, bara mjög marga sem mér datt í hug sem að en það var ekki, sko, mér datt ekki Harmony í hug, en sem svo bara endaði með því að fara bara með hendina yfir allar olíurnar í töskunni, ég var með allar 160 olíurnar í töskunni og það komst náttúrulega ég fann svæði þar sem olían sem maður myndi henta og svo var það bara að pikka olíuna og það var Harmony. Og ég notaði Harmony, það bara strax og ég hélt á Harmony, þá bara fekk ég styrk í hendina. Þannig þurfti raun og vera ekkert annað að gera en halda á henni, en ég hafði aldrei elskað Harmony. Aldrei notað hana neitt sérstaklega mikið að því bara, nei, hún var ekki svona einhvern veginn mín. Þannig ég fór að nota hana bara hverjum einasta degi á öxlinn. Það var hinn öxlinn, en ég ætla að setja það hérna. Og ég þurfti ekki að nota hana svona 3 eða 4 vikur og ég gat ekki sofið á öxlinni, ég var alveg ómöguleg í öxlinni og eftir þetta, það bara fann ég ekki fyrir neinu. Og þetta bara kláraðist. Harmony. Þannig að maður vill fá svona jafnvægi inn í lífið sitt og það getur verið bara hérna í stoðkerfinu okkur líka. Og já, ég hef svona oftar hugsað okkur að maður reyna að vera með svona muscle testing námskeið aftur og það var kannski áhugi fyrir því, látið mig endilega vita. Þannig að það var Harmony og Abundance, oh my god. Ég vona einhverjir hafa hlustað á Oil Symposium og hann Aditya Novorty tala Abundance, oh my god, það var svo áhugavert. Abundance þýðir náttúrulega gnægð, það þýðir nóg af öllu, það mikið af öllu. Og þetta er náttúrulega svolítið flókið svona fyrir okkur, oft erum við föst í einhverjum mynstrum og erum með erum ekki að hleypa til okkar því sem við þurfum eða komumstum ekki þangað sem við náum að því að já, við erum kannski föst í einhverjum svona mynstrum. Og þá getum við að nota Abundance til að hjálpa sér að komast út úr því og komast yfir á eitthvað annað flæði, koma flæði á. Og þessi olía er samsett úr olíum frá bara Egyptalandi, þetta er svona það sem prestarnir notuðu í Egyptalandi til forna, hvað segja þetta aftur? Fyrir prosperity, þessir fornu menningarsvæði notuðu þessar olíu fyrir prosperity. Og höfuðstöðvarnar í Young Living Europe, það var sett bara Abundance í málninguna þegar veggirnir voru málaðir og ég hef líka gert þetta hjá mér. Sett Abundance í málningu þegar maður er að mála heimili sitt til að hafa bara gnægð, til að hafa nóg af öllu. Og ég elska að setja hana undir tunguna. Að setja hana undir tunguna er í raun og veru ekki að taka hana inn, heldur það er að setja hana undir tungu og þá er maður í raun og veru það er svo skemmtilega. Og raun og veru er maður að taka hana inn í gegnum slímhúðina í munninu. Þannig að þetta er ekkert bannað að taka olíur inn í gegnum slímhúðina í munninu, bara undir tungu. Það er að taka það bara inn í gegnum slímhúðina. Oh my god. Og ég veit að það var eitthvað skemmtilega sögur daginn Abundance, einhver sem postaði því hún setti þetta á hjartastöðuna sína og hún setti þetta í 2 mánuði og leið hún gerir það þá hugsar hún allt fólki sitt og kannski biður fyrir þeim sem hún vill eitthvað gott, að komi meira gott flæði inn í lífið og þetta hefur vist haft alveg ótrúlega góð og jákvæð áhrif. Þannig að maður getur notað olíurnar á ótrúlega margan hátt til að styðja sig andlega og líkamlega. Og Abundance og svo er það sem sagt, hvað var hinn olían? Harmony. Og svo er það bara 350 sem er þá, já, það var Live Your Passion og Mister. Þannig að Live Your Passion var búin til fyrir eina ráðstefnun okkar sem hét Live Your Passion.
Ótrúlega skemmtileg olía, líka olía sem ég bara notaði margar krukkur af þegar ég var að eftir ráðstefnuna, en hef ekki opnað hana núna í dálítinn tíma. Þannig að nú þarf ég bara að fara að rifja hana aftur upp. Og þessi er nú nánast bara tóm, eitthvað smá í henni. Live Your Passion, Royal Hawaiian Sandalwood, Idaho Blue Spruce og Lime. Það var eitthvað annað í henni. Live Your Passion. Þannig að þetta er svolítið spurning að hjálpa manni svona að fara inn í eldmóðinn og þora að lifa drauminn sinn. Engir draumar eru stórir. Þetta er spurning þú hleypir þig maður. Við erum miklu sterkari en við mögulega getum ímyndað okkur og höldum. Þannig Live Your Passion er ekta olía til að svona hjálpa manni í að efla mann, svona empowerment olía. Þannig að ég get sannarlega mælt með henni og svo er það Mister. Þess að sótti ég líka upp á náttborði hjá manninu mínum að því að þetta er ekki olía sem ég nota en hún er alveg bara frábært fyrir karlmenn. Og specially created for men til að bara balansera orkuna, slaka á svona svæðum sem að er stundum aðeins ómikil spenna fyrir karlmönnum sérstaklega þegar þeir fara svona aðeins að eldast. Þannig að það má bara nudda hana á húðina. Mister er bara frábær fyrir karlmenn, jafnvel fyrir hrotur hefur einhver sagt held ég. Lavender, salvia, myrtus, bara fullt af fínum olíum sem góða fyrir innkirtlakerfið. Þetta er fyrir innkirtlakerfið karlmannana sérstaklega. Ég setja hann á sín stað, sko. Ok, og svo er það Mister og Live Your Passion og svo 25 olíu taskan. Já, hann ekki búin að fá mína. Hún er bara hlýtur að fara í póst á morgun eða í dag. Af því að ég er ekki búin að klára pöntunina, en það er bara að koma og ég vona að sé svakalega fín og ég get sýnt ykkur leið og ég fæ hana. En annars, svo ætlum ég bara að fara að draga út leikinn fyrir maí og hvet ykkur til að setja inn á olíuvinir myndir af pöntununum ykkar og skrifa ER ef það eru ER-pöntanir. Og svo ætlum ég bara að segja njótið dagsins. Ég er að fara upp í sveit, það er gróðursetja meira grænmeti, vona því séu dugleg, líka bara borða hreint, hugsa jörðina, kannski rækta mildi grænmetið þú getur fyrir þig, njóta þess besta, hafa það ótrúlega gott. Takk fyrir að hlusta.